það er það sem eitt af mikilvægast að sjá fyrir svona stöðulegar hótanir sem að hann hefur í huga og eftir atvikum náttúrulega taktískar en þetta aðalega þetta allir þessi litlu leikir sem að skipta töluvert máli upp á fínisrunir í stöðinni. Einmitt. Helgi hefur staðið sér býsna vel hingað til upp á að hafa stjórn á tímanum, hann heldur góðu tempói. Skiptir þetta máli fyrir Ingvar að passa upp á klukkuna? Mjög svo eins og ég myndist á hann og það var svona fyrsta atriði sem ég dró fram að hann sko sé ekki með ofverðum í tíma. Þannig að það og Ingvar finnst mér nú almennt séð í þessu í netskákinni vera ansi glúrin sko. Hann náttúrulega vann Jóhann Hjartarson og komst í 3-0 í því einvígi og reyndar endaði síðan 4-2 en ég meina hann líka með hugmyndir í byrjunum og sjálfur að tefla meira. Þannig ég vissum að þetta verði ekki alveg svona einhliða. Ég held að Helgi hafi unnið með fullu húsi síðast þegar hann teldi. Einmitt. Þetta verður spennandi að fylgjast með þessu seinna einvígi kvöldsins eins og ég nefndi einvígi stórmeistarana Hannesar Hlífars og Braga Þorfinnssonar. Við sjáum það að þessu einvígi loknu. Við erum að bíða eftir að þeir félagarnir Helgi og Ingvar hefi leik í sínu einvígi. Þetta eru fyrir 2 einvígin í 8-manna úrslitum og seinni 2 einvígin fara síðan fram að viku liðinni. Það eru einvígi stórmeistarans Vignis Vatnar Stefánssonar og Símon Stórhallssonar og alþjóðlega meistarana Alexander Domalchuk og Hilmis Freys. Það verður aftur af því mér fannst besta einvígið í haust. Fannst mér vera á milli Domalchuk og Hilmis Freys. Heldur betur. Það var alveg, mér fannst það líka bara ótrúlega vel telt einvígi og mikil teóri og alls konar og ótrúlega spenna í því einvígi. Það verður mjög gaman að sjá þá tefla aftur einvígi. Já, algjörlega. Það verður mjög skemmtilegt að fylgjast með því. Þeir eru svona svipaðar að getu en hafa ólíkan stíl, mjög ólíkan stíl og það verður gaman að fylgjast með því. Já, það var mjög skemmtilegt einvígi. En allan svona eftirminnilegast fannst mér að því sem ég horfði á. Einmitt. Nú við bíðum bara spenntir eftir að þeir félagarnir hefji leik. Ég þykist vita að þeir hafa verið að hita upp svona í dag. Hefur fylgst með svona bak við tjöldin. Já. Undirbúa sig fyrir þetta og það er athyglisvert að ég sé ekki betur en að Helgi æfi sig fyrir einvígin með því að tefla 3-0 skákir. Í þessum einvíginum erum við að tefla skákir með 3 mínútum pluss 2 sekúndum viðbótartíma. En hann virðist sko þjálfa tempóið sitt með því að tefla 3-0 skákir sem er dálítið athyglisvert. Já, ég held að það sé nú líka bara praktískar ástæður fyrir því. Það eru miklu fleiri sem að tefla 3-0 á netinu. Já. Og það náttúrulega stafa líka einhverju leyti að því að það er auðveldara fyrir svindlara sko eftir því sem að tíminn lengist. Það er rétt. Af því það er eitt af það sem að mér hefur fundist voða erfitt við netskákinn og það þú veist, hvort sem að það er satt að sé verið að svindla. Einmitt. Og það svona fer í taugarnar á mér. En ég meina, hver er með sinn háttinn í þessu sko? Já. Þannig að mér hefur ekki fundist ég held að þetta henti þeim báðum vel að tefla netskák. Já. Ég held það. En það er eitthvað í að einvígið hefjist. Hann er komin hérna í salinn, hann Ingvar, sé ég. Já, við bara bíðum bara spakir eftir því að meistararnir hefji leik. En eins og ég sagði að hann lengjan telur Helga Ólafsson ögn líklegri en Ingvar og Helgi auðvitað þrautreyndur atvinnumaður í skák og hörku hraðskákmaður, netskákmaður. Já, hann var einmitt Íslandsmeistari í hraðskák ég held 2021 og þá voru held ég mögulega 44 ár á milli þess að hann vann fyrsta titilinn og þann síðasta sko. Einmitt. Ég held það. Það var eitthvað svoleiðis. Ég held að hann hafi orðið fyrsta skipti Íslandsmeistari í hraðskák 70 og eitthvað eða 77 en það gæti verið misminna. Það gæti verið lengra sko. Já. Þannig að hann náttúrulega er svona lifandi góðsögn og mikill sérfræðingur í skáksögunni. Ekki spurning. Og Ingvar er náttúrulega fræðilega þengjandi mjög svo.
hefur mikla reynslu líka í hérna alþjóðlegum skákheimi, verið oft liðsstjóri og hérna, þannig að hann með oft áhugaverðar hugmyndir í byrjunum. Heldur betur, já. Þannig að hérna... En það svona, einmitt ein spurning sko sem ég velti fyrir mér í þessu. Helgi með svona sínar ákveðnu byrjanir og virðist stundum svona stýra aðeins hjá svona ákveðnum átökum í tegröðunni, skilurðu, fer aðeins með löndum svona í byrjuninni til þess að fá upp sína stöður. Eitthvað sem Ingvar þurfti kannski að breyta í sinni nálgun í byrjunum eða ekkert að halda sig við sitt? Hvað finnst þér þetta? Já, þetta svona beggja plans. Það fer aðeins eftir hvernig innvíð þróast, en ég meina það kannski aðalatrið bara að vera mjög sko vakandi yfir því hverju Helgi sé að hóta. Og hérna hann spilar mikið líka upp á tíman. Já. Það svona og svona leikjum sem eru eitthvað aðeins að bæta stöðuna, ekki að hérna hann fer ofta ekki djúpt kannski í mikla útreikninga, en mjög fljótur að sjá taktíska sjensa. Þannig að en Ingvar hefur stundum verið að þróa svona óvenjulega afbrigði í byrjunum sko, sem að byggjast á ákveðnu svona kerfishugsun og það getur vel verið að hann fari í það og þannig að reyna að hérna koma Helga úr einhverju hérna ójafnvægi. En það eins og svo ofta áður í skák sko, eins og Bobby Fischer sagði sko að hérna ég hef ekki trú á sálfræði, ég hef trú á góðum leikjum. Já. Það náttúrulega sígilt komment og bara mjög gott fyrir skákmenn að temja sér, að bara leita besta leiknum og ekkert að flækja málið. Alveg hárrétt hjá Helga Ásgeir Grétarsinni. Það eru bestu leikirnir sem að skipta mestu máli og já, nú bara spyr ég, hvar eru meistararnir? Hversun eru þeir ekki byrjaðir? Það eru eitthvað eftir þeim. Þeir munu tefla 6 skáka einvígi með umsóknartímanum 3+2 og sá sem fyrr yfir 3 vinninga fer áfram í undanúrslit mótsins. Og í þessum töluðu orðum sýnist mér þeir að vera byrjaðir og það Helgi Ólafsson stýrir hvítumönnunum í fyrstu skákinni. Við skulum sjá hvort við getum fengið þetta upp á skjáin hjá okkur. Já, þarna þetta komið. Þarna þetta komið hjá okkur og þarna sjáum við á. Það rétt í byrjun hjá honum Helga. Helgi með hvítt og stýrir hvítumönnunum. Ingvar Þór Jónasson með svart. Og sjáum nú illa tíman hjá þeim en við komum til með að laga það á eftir. En Helgi fer eitthvað rólega að stað. Setur drottninguna sína þarna á E2 og þetta nú kannski kemur ekkert sérstaklega óvart, hann verið að tefla með þessum hætti og Ingvar með svona London uppstillingu gegn þessu. Jú, þetta svona hæg stöðubarátta. Það að segja, náttúrulega svartur með traust og stuð. Ég reyndi að fatta ekki alveg hennar rókur í áttaleik hjá honum Ingvari, en sé ekki alveg hvað tilgangi hann hafi þjónað. Helgi leikur þetta F4, hann að fara í einhverjar aðgerðir á F-línunni? Jú, ég meina núna myndi ég segja að staðan væri betri á hvítt. Hann hefur F-línuna, biskupinn á Hásju getur verið veikur, það svona óljóst hvernig svartu þróa tablið. Þetta svona staða sem ætti að henta Helga ágætlega, myndi ég halda sko, en þetta samt ennþá traust, já, ok, athyglisvert, hann fer fram, það veikir svona, ok, en þetta svona, hann að tefla upp á svæðisvinninga, þar að segja að fá meira space, ef ég má sletta. En venjulega viltu ekki opna F-línuna svona og gefa eftir í miðborðinu sko, þegar þú ert að tefla svona, en á móti kemur, það gæti verið mótspil, að gæti til dæmis verið, já ok, hann drepur þetta svona, jú, þetta líka möguleik í stöðinni. Af því að núna kannski C5 hann svona velta því fyrir sér. En þetta mjög þægileg stað á hvítt, svona
Já, hann Já, hefur töluvert. ok, hann leikur C5, já, það svo sem er bara kannski það besta sem er hægt að gera í stöðinni. Það er náttúrulega líka ókostur sko ef að hvítur í mörgum afbrigðum getur haft alltaf tempo með því að færa drottningun að hóta en að drottning drepur F7 skák. Einmitt. Þannig að spurning, já, en þetta er samt kosturinn við þetta er að núna er komin svona, nú þarf að svart hvítur að reikna aðeins út og hérna mæta mótspilsmöguleikum svart. Það mjög freistandi er að leika Davíð 5 en þá kemur kannski mögulega hrókurinn á E8 að ykkur gagni og gæti drepi og leiki B5 og hérna, ok, hann fer í þetta svona. Mótar F7-peðinu. Og sem er mjög, að þú getur leikið held í biskup G6, þú verður að leika biskup G6, já, hann gerir það. Og þá er þetta, já, þetta er nú athyglisvert, verð ég nú að segja. Þetta er mjög athyglisvert, en ég held samt að hvítur ef hann teflir þetta rétt ætti að vera með betra tafl. Ok, hann leikur D5, þá var það spurningin. Það er mjög freistandi að drepa og leika B5 og sækja þannig að hérna E-piðinu, sko. Einmitt. Eða eftir atvikum að leika B5 strax. Það kemur líka til greina. Bíða aðeins, ég held að B5 strax sé rökréttari leikur. Einmitt. Ég held það. Og svo að fara að ráðast þá. Þannig að ég er ekki alveg viss að D5 hafi verið, já, hann leikur B5 strax, já, já, og drepa þetta náttúrulega, þú verður að drepa þetta. Og svo er það spurningin, ok, hann drepur þetta svona, já. Já, það var spurning hvort að D6-peði verði veikleiki fyrir hvítan. Jú, en ég held að jafnvel þó að hvítur verði peð undir þá skipti það ekki svo miklu máli út af, eða sko hann hafi svo mikið af hérna, spili út af biskupparinu. Einmitt. En það er samt svona stöður sem að hérna, hann Ingvar, ég var ekki viss sko, ég hefði persónulega kannski viljað leika hrókur A6 sko til þess að ég myndi að svara drottning F4 með drottning G5. Já, einmitt. En ok, ég meina, en núna fær hann mögulega eitthvað aðeins tempo á E-línunni, sko. Þetta er mjög svona, já, þetta er mjög, hérna, já, þetta er tvíeggjuð staða. Tvíeggjuð staða, segir Helgi, já. Ingvar virðist geta unnið peðið á D6, en Helgi er með biskupaparið, opna stöðu og góð færi, þannig að það er erfitt að meta hvernig þetta lítur út. Helgi Gretti segði þess að Já, það er nú ekkert þetta að lesa neitt í það. Það er ekki vist, já, skákar, já, og svo spurningin núna. Já, þetta var flott. Þarna sérðu hvað hann gamli er flottur og sér strax svona taktík. Vakandi fyrir þessu og Ingvar bara klappa fyrir hann. Já. Hrókur E8, hann hefði kannski getað bærast með riddari F8 í staðin en... Nei, já, það hefði verið skynsamlegra sko að eins og ég var að tala áðan þegar hann leikur hérna staðan fyrir drottning B6 að leika hrókur A6 einmitt. Það var allan það sem ég var að hugsa til þess að geta svara drottning F4 með drottning G5. Já, einmitt. Af því að hann lék síðan hvort hrókur A6. Nákvæmlega. Af því að þá líka drottningin að valda sko hérna áttundarreitaröðin og valda hrókin. Einmitt. Það er svona líka eitt sko sem að hérna pælingar oft frá Karpov og svoleiðis þú veist að hafa menniðin að valda. Nákvæmlega. Ekki síst í styttri tímamörkum. Þá hefur Ingvar hvítt og við sjáum þetta frá sjónarhóli Helga og þetta var sikilega vörn. Séfinningin afbrigð og Ingvar leikur hann að G4 ef ég maður rétti að þetta kent við Keres, er ekki rétt með nefna mér Helgi? Jú. En þetta var mjög fallegt sko, hrókur H8. Þetta var mjög fallegt og vel gert hjá honum Helga. Hann var greinilega búinn að sjá þetta dálítið fyrirvarar, hann var mjög skemmtilegt. Hann er líka, hann hefur mjög mikið gott auga fyrir svona tveggjarleikja fléttum eða svona, þannig að já, þetta er mjög athyglisvert að hann er örugglega ágætlega stúderaður en Ingvar sko, svona
Já, Ingvar leikur E4, hann hefur nú ekki lagt það í vana sinn, hann hefur aðeins verið að hann breyta upp á því upp á síkastið. Já, en þetta var ekkit svo slæm skák hjá einhverju á hann, þetta var svona synd að skildi enda svona fyrir hann, en Helgi er náttúrulega, ég veit ekki hvað hann hefur, en núna ég er ekki viss þennan leik, ef þú leikur biskup B3, kemur þá drottning biskup B3 núna. Það er tempo á drottninguna með biskup B3, hann gerir það. Og svo spurningum G5, og svo biskup F4, það drepur, ok, aðtilsvert. Hann drepur að H5, já. Já, þetta drepur. Ekki alveg. Sjáum að Ingvar er búinn að þenja sig á kóngsvagnum og alla líkur á því að hann muni hrókara langt síðar í skákinni. Já. Spurning hvað Helgi vill gera við sinn kóng. Biskup E2 og rittarinn hörvar. Já. Það fara þá ekki með biskupinu G5 eða hvað? Veit það ekki, mér finnst þetta nú vera ágætt í stað og svart. Alveg. Já. Biskup B7. Af því að náttúrulega, sko, að vísu kannski plön, ef þú langkrókjar til þess núna, þá kannski H5, H6 geti verið óþægilegt. Við átt með leppun. Það er svona spurning að riddar í F5 mitt, ég ætla að fara að stinga upp á því. Þetta er svona, já. Og það er náttúrulega núna E4, sko, spurningum að hvort þú þurfur að leika E3. Þú vilt það samt ekki, að því þú vilt eiga H5 mögulega, en kannski drottning 1-3 eða eitthvað slíkt. Ingvar gefur sér tíma í þetta. Já. Skiljanlega, já, finnur 4, athyglisvert. En það er spurning með riddar í C4 og hérna hversu óþægilegt, þetta ekki svona. Hann fer þangað, já. Já. Hvort hann þurfa að leika þá drottning D4 mögulega. Já, við sjáum að E4-peðið er í uppnámi. Af því að ef þú drepur og B-drepur C4 og riddarinn hörvar þá er onni á E4. Einmitt. Þannig að spurning hvort að drottning D4 haldi þessu svona saman. Ingvar gefur sér mikinn tími í þetta. Helgi með töluvert forskot. Já, hann fyrir drottningan frekar þangað, já. Já. En þá er spurningin hvað svartur gerir, hvað hann vill hafa kónginn, róku C8 er freistandi. Þá mögulega hóta riddarinn A3. Einmitt, smá svona óþægileg pressa fyrir Ingvar núna. Já, þess vegna ég vildi þess vegna hafa drottninguna á D4 af því þá varstu mögulega að hóta sko að drepa á C4. Ok, róku G3, það er bara hérna skemmtilegur varnarleikur. Já, það er skemmtilegur. Heldur valdi á riddarinn svona frá hlið. Já, nákvæmlega. Þetta er spennandi stað af því að nú er náttúrulega svartur svolítið fastur með kónginn. Þess að hann getur ekki stuttrókerað og hann getur ekki langkrókerað. Og það er svona, já, ok, núna hótar hann að vinna mannin og það er að segja með F6 og þannig ég kemur ekki bara H5 hérna, er þetta ekki bara kannski orðið til betra á hvítt H5? Já, gerir það. Það hefur pláss fyrir hann á H4. Biskupinn getur hörfað eins og við sjáum. Já, það er svona. Helgi beinir spjótu sínum að hvíta kóngnum, hann er búinn að flytja riddarinn. Já, sko, hann gæti verið að hóta núna riddarinn B2, kóngurinn B2, drottning C3 og svo riddarinn A4 skák. Aha, og drepa hér og skáka svo hérna. Já. Og gafla á eftir, það er rétt. Já, þannig að það sannlega er það hótun í stöðinni og mér sýnist að hann bara gerir það. Má annars samt? Já, hann gerir það bara. Hann sá það ekki. Hann hefði þurft að leika drottning D4. Helgi vel vakandi í taktikinu eins og við sjáum. Já, og hann Ingvar líka að falla á tíma. Já, hann er bara orðin alveg helrauður og Helgi er búinn að vinna peð núna. Og þetta er kólunni núna. Já, og getur létt á stöðinu líka. Já, hann voni á E4, nei, hann voni á E4. Já, voni á E4, já. Þetta er allt saman. Allt í skralli.
Já. Nær Ingvar eitthvað að sprikla í þessu? Maður sér það nú ekki alveg í fljótu bragði, sko. Nei, Helgi búinn að treysta þetta vel í D5 og hyrðir hann að peða A3 Já. og Já. Ingvar fellur bara á tíma. Já, þetta var Já. bara virkilega vel gert hjá Helga. Já, þetta var skemmtileg hóð og maður náttúrulega, já, ég veit ekki, sko, mér fannst miklu eðlilegar að leika G5 í staðan fyrir að drepa H5, en núna kannski ég engin sérfræðingur en hérna, bara svo með biskupin á F4 og tefla síðan tefla, af því að, ok, en allt er læg, ég meina, Helgi náttúrulega sérfræðingur í síkilega vörn, sko, búinn að tefla það alla sína ævi. Þannig að þetta við rammareip að draga, hann er klókur, hann Helgi Ólafsson í skák. Heldur betur. Nú, þriðja skákin er hafin, Helgi Ólafsson stýrir hvítumönnunum og Ingvar svart. Já, þetta er komið í Rakosín. Og Helgi með biskupin á F4. Það er kannski algengar að hafa biskupin á G5 í svona stöðutypum, en þetta er allt saman þekkt. Drottning A5, setur press á riddarann á C3. Og hvað gerir Helgi þá? Já. Gefur sér tími í þetta? Kemur ekki bara núna drottning drifur A2, eða hvað er að segja? Það er vissulega mögulega gefið sér að riddarinn er leppur, biskupin hér og peðið í uppnámi á A2-reitnum. Ég held að þetta hafa nú eitthvað að hann hrókera, en þetta var ekki rétt hjá hvernig Helgi teldi þetta, sko. Ég held að Ingvar hefði átt að leika riddar í E4 eða drepa á A2, sko. En núna er öll hættan liðin hjá og ég held að, já, veit það ekki. Já, nú erum við stöðu þar sem að hvítur hefur biskupa parið og fleiri peðum með borðinu, en hvað hefur Ingvar í staðinn, Helgi? Hann er náttúrulega almennt getur þetta verið þægileg endatöfl, sko, á svartan út af því að hann er með meiri hluta á drottningavæng og getur komið við svona peðamassa, en hann er náttúrulega búinn að missa, sko, svartreita biskupin sem að gera verkum að hann svona missi svona smá kraft. Helgi er náttúrulega að fara að tefla upp á F3 í E4 og svona landvinninga á kongsvæng, sko, með G4, sko. Ég skildi ekki, mér fannst eins og að hann Ingvar hefði þurft að taka sjansinn hana og hérna dræpa peð á A2 eða ég held að þetta sé aðeins þægilegur og hvítt. Hann gerir það, leikur G4, H4 kemur kongin og hvítur hefur tölvert rými og eins og Helgi segir, möguleika svart gætu fallist í því að búa til frípeð á einhverjum tímúndi á drottningavægnum. En það er samt erfitt síðan að þróa stöðuna frekar, sko, út af því að hvítur er með biskupaparið. Þannig að þetta er svona, já, ég veit það ekki. Það er miklu meiri líkur að hvítur geti þróa hérna taflið en svartur. Ok, riddari B2, já, hrókur B1, já. Og hann skákar, já. Já, þetta er ekki góð ákvörðun. Ég meina, ég held að Helgi sé að fara að landa þessari skák, sko. Finnst það nú líklegt. Já, að þetta peði sér freka veikleiki heldur en styrkleiki. Já, ég veit það ekki. Getur ekki leikið til dæmis, já, biskup G3, já. Hvað er hugmyndin á bak við hann? Já, ok. Já, C4. Það var það sem hann hafði í huga. Aha. Býðum nú við. C4 og Ingvar hugsar. Hann leikur riddari B6. Veit það ekki, já, C4. Já, hugmyndin hjá Ingvari var að leika að fara með riddan og ég hélt að hann gæti bara, þú veist, fara að eldast við þetta peð, sko. Já, já. Riddari B3 eða, af því að biskupin á F4 valdaði E3 peðið. Einmitt. Og veit ekki alveg með, ok, drepur, ok. Hvað ætlar svartur að gera? Er nú kannski peðin bara að fara að koma að stað?
Já, það lítur ansi ógnandi út að hvítur leikur E4 mögulega í næsta leik og hugsanlega D5 á eftir og Já, þetta lítur vel út. Og biskupinn í vandræðum. Ég hugsa að hann sé að tapa liði, hann svartur, sko. það er ekki auðvitað að sjá hvernig svartur heldur mönnunum sínum öruggum vegna þess að Nei, þú áttir aldrei í prinsipinu að fara í enna leiðangur með rittari B2, D3, sko. Það kemur ekki bara hrókur B2 núna, kemur þá biskup, já, ég meina, ok, eða hrókur A1, ok, þú getur leikið biskupna aftur tilbaka. Núna kemur til greina að leika, þú veist, ok, hrókur C1 bara. Já, tæft það, en hangi saman virðist vera í Hungari. Biskup A6. Já, ok. Já. Sjáum að þó að Helgi sé með betri stöðu þá er Ingvar með betri tíma, 1:39 eftir, Helgi rétt rúma mínútu. Jú, það er náttúrulega mjög mikilvægt. Það er náttúrulega viss taktík alltaf, sko, ef þú leikur til dæmis hrókur B4 þá gæti komið rittari upp í D5 og E2, það er svona viss taktík í þessu. Einmitt hrókurinn á E2-rittin. En hann, já. Sko getur ég, hvað allar hana, F5, já. Ingvarinn er að brjóta upp hvíta miðborðið. Já, ég er nú ekki hrifinn að því að opna þetta svona. En ok, hann getur kannski hann að tefla upp að F5 og vona það besta. En það er, þú veist, hann er allavega að sprikla og það er mjög jákvætt. Hann er að sprikla og það er náttúrulega eina leiðin í þessum bransa að ná að sprikla eitthvað. En svona stöðulega er þetta bara, já, leiðindast að og svart. Já, ég sammála því, það er erfitt við þetta að eiga og Ingvar hörfa með rittarinn og C8. Já, hrókur B4, það var spurning, það er ekki auðvelt heldur að brjótast í gegn, byrja nú er honi á A7, nei, hann vildi það ekki. Hann tók það ekki, nei. Hann vildi ekki hirða P-ið. Ingvar hörfar aftur, já. Já. Nú er C6 orðin veikleiki. Smátt og smátt virðist Helgi vera að bæta stöðuna sína. Já, hann er útsjónasamur hann Ingvar, það má hann eiga. Nú kannski rittari í G6 og eitthvað svona. Já, nú sjáum við líka Helgi komin í 25 sekundur. Gæti fara að skipta máli. Algjörlega. Það væri mikilvægt fyrir Ingvar að ná í eitt sigur fyrir hálfleiks hlið. Ég held að F5 væri skemmtilega, nei, það er kannski þá skák og G5 og svona, það er kannski ekki góður leikur. Þetta er smá snúið fyrir svartan að leika, ok, nú held ég að þetta er svona einfalda tablið aðeins svo mikið, sko, með hvað Helgi með takmarkaðan tíma, en því nú, já, hrókur A4 kemur ekki, já. Nú kemur hann getur, já, leikur svo rittari í C7, sko, síðan að fara að taka P-in af honum. Þetta P á D3 er farið að vera ansi veikt ef að biskupinn þarf að fara. Já, svo er náttúrulega, það er samt onni á H4 ef hann leikur biskup B7 og kemur kongur upp í D3 þá er onni á H4, sko. Betur gerðist þetta? Þetta gerðist, já, og hann draf ekki á H4, heldur leik F5. Já, ok. Ég myndi held að það leiki bara rittari í S6. Gerði það, já. Hefði hann haldið að það væri lógiskara að drepa H4 til þess að reyna að fá spil? Einmitt, grafa þannig undan rittarnum sem að biskupinn valdaði á C7-réttnum. Biskup F1. Já, ég held að hann sé alveg búinn að mista frá það núna. Hann Ingvar. Og þetta er orðið of þægilegt, tíminn skiptir ekki það miklu máli, þetta er orðið of þægilegt að tefla á hvít. Já, það virðist vera auðvelt plan núna fyrir hvítana. Já, ok. Býtu, já, ok, hótar skák á C6 með rittarannum. Já, Helgi sér það. Helgi sér það. Hann skákar samt, Helgi hörvar. Já, svona. Hann smá sprikli þessu núna. Já. Hvernig ætlar Helgi að koma peðanum sínum á stað?
hvert Já, bara kongur D4 eða F4, allt í lagi. Já, og þá er spurning hvort að hvíti hrókurinn geti haslað sér völl á G-línunni í framhaldinu. Ekki bara hrókur G3, þegar þetta er D3 skák, þá kemur bara kongur F5. Þetta er ekki bara mát? Já, þetta er bara mát í næsta. Já. Ingvar, maður sér það á Ingvari að hann er ekki mjög hress. Nei, hann er ekki að fara með neina bænir þarna, Helgi, ég get alveg sagt þér það. Nei. Staðan 3-0 eftir fyrstu 3 skákinnar og við ætlum að taka örstutt hlé, kæra áhorfendur, og fara í smá skilaboð og við komum aftur eftir örskamma stund, ekki fara langt. Augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferða þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælur aftur, kæru áhorfendur. Þið eru að fylgjast með beinni útsendingu frá Síminn Invitational, þar sem að 16 sterkustu skákmeistar landsins mætast í útsláttakeppni í netskák. Fyrra einvígi kvöldsins, einvígi stórmeistarans Helga Ólafssonar og fítimeistarans Ingvar Þórs Jónassonar í gangi og staðan 3-0 Helga Ólafssoni vil. Ingvar verður að vinna næstu skák, annars einvíginu lokið. Helgi Ás, hvernig finnst þér þetta hafa þróast? Jú, auðvitað gat þetta þróast svona. Helgi Ólafsson bara mjög sterkur skákmaður og hann að nýta sín tækifæri vel, tefli traust og Inga þarf að tefla meiri nákvæmni af því að hann hefur alveg verið að fá sjensa að mínu mati, en Helgi bara ótrúlega sterkur og flottur í þessari netskák sérstaklega. Þannig að hann náttúrulega alveg ótrúlega, ég meina hann að detta í 69 ára í ágúst. Einmitt. Það svona, gömlu mennir, þeir geta stundum bitið frá sér. Já, við höfum oft talað þetta, hvað þetta okkur finnst þetta aðdáunarvert, hvað Helgi heldur styrkleikanum sínum í rauninni. Já, hann náttúrulega hefur verið involveraður eða verið nátengdur greininni alveg bara síðan hann var úlingur og hefur lítið gert annað. Hann náttúrulega verið svona upp og niður skákferillinn upp að vissu marki, en hann náttúrulega verið fræðimaður og verið að kenna mjög mikið. Einmitt. Og þetta allan í netskákinni finnst mér hann tafla svona aðeins afslappaðri þá nýtir það, sér maður hvað hann náttúrulega ótrúlega hæfileikaríkur skákmaður og mjög fróður. Einmitt. Og þannig að nákvæmni mjög mikilvæg á mótunum til þess að búa sér til færi og Ingvar hefur alveg verið að búa til stöðar sem hann gæti fengið færi, en bara það þú verður að leika góðum leikjum eiginlega alltaf af því að Helgi kemur auga á bara fína leiki á 0-1. Einmitt, heldur betur. Helgi hefur ekki gefið mikil færi á sér, eða að minnsta kosti hefur Ingvar ekki nýtt þau örlitlu færi sem hann hefur fengið hingað til, en samkvæmt fyrirkomulagi innvíðisins þá verður Ingvar að vinna næstu skák og gera enn betur í næstu skákum þar á eftir, því Helga vantar bara hálfan vinningi viðbót til þess að sigra þetta innvíði og tryggja sér sæti í undanúrslitum mótsins. Já, ef við tölum aðeins eins og síðustu skák eins og í byrjun þá gat Ingvar bara hirt peð mér fannst og tekið áhættu. Hann var 2-0 undir og mér fannst það vera miklu eðlilegra en að tefla öru. Þú verður að taka áhættur á móti Helga og helst sem fyrst. Það er langt best að koma honum þannig úr jafnvægi. Einmitt, já. En það er svona, ég meina, maður lærir svo lengi sem maður lifir. Já, svo er víst. En hver er þetta að byrja eða hver staðan á þeim? Við bíðum ennþá eftir að þeir félagarnir hefji 4. skákina og þá kannski ágætt að minnast að það að styrktaraðilar þessa innvíðisins og útsendingar eru ljósleiðarinn, Collab, Lengjan og að sjálfsögðu Síminn. Þessi 4 aðilar sem að styðja við útsendinguna frá Síminn Invitational netskákmótinu. Og þá eru þeir... Það er gott að fá sér Collab. Já, hressandi. Þeir eru byrjaðir? Þeir eru byrjaðir, já. Og þá vorum við komnir með þá á skjáin. Það er Helgi Ólafsson sem stýrir svörtumönnunum í 4. einvígiskákinni. Já. Hér erum við komnir með... Og klukkan rétt? Það að segja, það sést nú allar tími hjá hann Helga, en þetta réttu megin, það að segja, þetta tíminn hans Helga. Já, Ingvar með rúmar 3 mínútur núna, stýri hvítumönnunum og mér syns þetta hafi verið katalónsk byrjun og Helgi var að leika A5 síðast. Já. Og já, við minnum að það Ingvar verður að vinna þessi skák, þannig að hann er líklegur til þess að leggja allt undir að minnst eitthvað einhverjum tímapunkti í skákinni. Er Helgi líklegur til þess að fara að gera eitthvað öðruvísi? Nei, hann bara teflur eins og hann vanur. Af því að hann leggur hvort aldrei svo mikið á stöðuna, Einmitt. Þannig meina, hann hefur örugglega bara þá trú að hann sé betri skákmaður og ekkert að stressa sig á þessu, En já, ok.
Það er spurning hvernig hann mæti þeim, kannski biskup A6 í þessu. Já. Biskup A6 gerir það, Ingvar svona kannski var að gæla við að leika peðinu fram af því að biskupinn var óvaldaður á B7-rétnum. Spurning ok, já, drottning B3. Setur smá pressa á Helga. Spurning hvort hann megi drepa á C4 og drepa á D4. Athyglisvert, já. Drepa hér, riddari drepur og riddari drepa D4. Ef gæti drepið mögulega A8 og biskup drepur C4, drottning F3 og ja, kannski óþarfi. Það er óþarfi fyrir svartan. Þú 8 aðra valkosti í stöðinni. Já, Helgi gefur sér tími í þetta. Já, hann gerir þetta svona, þú gæti líka leiki B5 fyrst, mögulega. B5 núna, einmitt. Það er valkostur. Eða riddari D5 og þú veist, svara þá riddari B6 með hróku B8. Einmitt. Þannig að það er þetta er svona smá taktík í þessu. Það er svolítið, þetta er svona smá taktík og þessi katalónski biskup, hann lúrir hérna á G2-rétnum og pressar á hrókin á A8. Það er svona þema í þessu. Já, hann leikur riddari D5. Já. Það var hérna, að því að sko E4 þá kemur til álita að leika A4. Aha, og drottning drepur og þá riddari C3. Riddari C3 og gaflar hrók og drottningu. Já, og það er svona, þetta er ekki einfalt. Þú gæti líka sko eftir drottning drepur C6 þá leikið sko hrók og C8. Er hann búinn að leika? Hann Riddari D5 er síðasta leikur og er Ingvar að hugsa? Ingvar hugsar. Já. Hann leikur E4. Ég held að svartur verði að leika A4. Það hlýtur að vera hugmyndin hjá honum, Helga. Jú. Hann er nefnilega ótrúlega taktískur, sko. En já, ok, hann finnur hérna leið út úr þessu. Hann Ingvar. Frá drottning C2 sem er bara mjög góður leikur. Hugsa ég. Já. Spila á hann. En hvað gerir Helgi við þessu? Spurning. Hann leikur hróku C8, já. Já, hann fær 2 menn og hann fær 2 peð og svo hrók upp í 2 menn, þannig að þetta er svona mjög dýnamísk staða. Ég veit það ekki, hvort þetta gangi, er ekki honi á B6 líka? Það er honi á B6 og leikur í A5, já. Já, ok, auðvitað kemur í A5, já, auðvitað. Það var flottur leikur. Og svo ætlar hann að drepa D5 á réttaugnablikki. En það er svona honi á E6, það er svona leiðinda skemmi peðastöðuna, sko, það er möguleikar. Já, þetta er snúið, þetta er ekki einfalt, já, þetta er skemmtileg skák, sko. Hann drepur þarna, já. Hann hristir upp í þessu aðeins. Já. Þú veist, hvítur er allan að vera peði yfir. Og hann gæti náttúrulega hann drepur með hrók, já. Og allir svört. Það er spurning, já. Núna myndi ég halda að hvítustandið hans vel að vígi. Lítur allan að þannig út. Já. Helgi virðist bara hafa yfirgefið svið. Hann er kannski farið að ná sér í vatn og drekka. En klukkan gengur á hann og hattan kemur hann aftur. Já. Og drepa með hrók. Já, ég myndi halda bara hróku D1 í þessu. Fyrirgefið drottning D1. Drottning D1. Eða drottning A2, jafnvel. Hefur þá svona svarta kóngin í skotlínunni. Það fer með hann á E2 í skotlínu biskupsins sem biskupin er óvaldaður. Já, skiptir máli og hvítur er peði við augnablikinu og svona ýmislegt sem að vofir yfir. Riddar E5. Spurningu hróku drepur C1 og svo að drepa F1 en ok, hann gerir þetta svona. Það er ekki svo óþægilegt að fara með. Ok, en hann náttúrulega hótar einhver gæti bara leikið biskup B3, ok, riddari E5. Og drepa það ekki núna á, hann leikur hrókur E7, já. Það eru leppanir allt borð og hvað gerist núna ef hvíta drottningin fer á A2 til dæmis? Já, þá vantarlega hann að pælja að drepa á E5 og reyna að halda sér á lífi þannig.
Já, það eru sviptingar í þessu og þeir eru báðir tímanaumir. Helgi með 26 sekundur, Ingvar 33. Já, en þetta náttúrulega hlýtur að vera mjög góð stað á Hvít þó að hann verði ekki peði yfir. Hann drepur svona ég maður. Já. Það er erfitt að átta sig á þessu. Hann getur leikið Nei, ég er ekki hrifinn af þessu. Biskup B2 eitthvað slíkt sem hefur verið nærtækara. Hvert fyrir drottningin þá og fyrir á 7-2. Nú eru báðarnir rauðir á tímanum komin undir 20 sekundunar. Það er mjög erfitt að tefla svartu stöðuna ennþá. Já, liðsmunurinn hefur jafnast út en Ingvar hefur biskupaparið og staðan er mjög opinn. Svarti kóngurinn er mjög veikur. Já, þetta er ágætis möguleiki fyrir Ingvar. Ingvar ætlar að koma sér inn í einvið og vinna þessa skák. Hvað er, drottning G4, biskup D3 myndi ég alltaf. Já, lítið vel út. D3 bara. Nei, hann skákar hann fyrst. Það er ekki gott, sko. Þetta er ekki gott. Biskup D3 og... Já, varst ekki hrifinn af þessu? Nei, þetta er alveg út í hött, sko. Þetta er alltaf lega svart. Já, þú vildir halda frumkvæðinu gangandi. Já, ég meginn þess að það var bara kóngstað, var númer 1, 2 og 3. Ég sá var eitthvað að biskup D3? Ég sá það ekki, nei. Nei. Ok, ég meina hann á ennþá einhverja vinningsmöguleika, en... Hann mátt í borði, Helgi verður að lofta út. Já, peðin er bara, veit það ekki. Það er alltaf svona... Býðum við. Er maður að falla í... Nei, hann á skáka A2 og valda svo hrókin eða eitthvað. Það ekki, Hóriðir C3. Já. Og bjarga sér fyrir horn Helgi Ólafsson og þá sýnist mér Ingvar verður að sætta sig við það að hann ekkert meir í stöðunni, mun hann tefla áfram. Annars er einvíginu lokið. Já. Þetta var synd fyrir fyrir Ingvar, af því ég held að biskup, það var náttúrulega algjört prinsip að halda drottningun vinna. Já. Praktískara, sko. Einmitt. Fyrir utan allt annað. Af því að hann var með svo rosalega veika kóngstöðu, svartur. Núna er það náttúrulega bara svartur sem getur unnið þetta. Ég hugsa að Helgi vinni þetta. Já, peðin eru það veik. Kannski ekki, biskup G8. Okay. Já, þetta er bara... Svartur að fara að vinna þessu skák, held ég. Mér sýnist að þetta sé fjara út hjá Ingvari hérna. Já. Já, jafntefli, það döði. Já, og þar með þessu einvígi lokið. 3,5 Helga Ólafsson í vil og hann fer áfram í undanúrslit sem að fara fram á 2 vikum liðnum. Þetta svona, já, byrjaði ekki vel fyrir Ingvar. Helgi hafði ágæta stjórn á stöðunum. Ingvar fekk smá möguleika, nýtti það ekki alveg eins vel og hann hefði getað. Hann átti klárlega að vinna þessa skák og hann fekk í þriðju skákinni að mínum mati tækifæri að bara taka peð, auðvitað er það áhætta en ég gæti ekki betur séð en að væri alveg áhættanum virði. Einmitt. Og svo voru... En máli er bara að það vantaði nákvæmnina og Helgi var bara að tefla hratt og tiltölulega traust. Þannig að svona fórum sjóferð þá. Einmitt. Kæru áhorfendur, við ætlum að taka örstutt hlé núna. Seinna einvígi kvöldsins hefst eftir skammastund. Það er einvígi stórmeistarana Hannesar Hlífars og Braga Þorfinnssonar. Ég vona að þið fylgist áfram með, ekki fara mjög langt. Við komum eftir örskamastund. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu.
rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælir aftur kæra árandur. Þeir að fylgjast með beinni útsendingu frá Símin Invitational netskákmótinu þar sem að 16 af sterkustu skákmesturum Íslands mætast í útsláttarkeppni. Í kvöld fara fram fyrir 2 einvígin í 8 manna úrslitum. Við vorum að fylgjast með einvígi stórmeistarans Helga Ólafssonar og Ingvars Þórs Jóhannessonar. Helgi vann það nokkuð örugglega 3,5. Næsta einvígi sem er á dagskrá er einvígi stórmeistarana Hannesar Hlífars Stefánssonar og Braga Þorfinnssonar. Ég heiti Björn J. Karlsson og með mér í kvöld er stórmeistarinn Helgi Ás Gretarsson til þess að skýra þetta allt saman fyrir okkur. Helgi Ás, hvað segir þið með einvígi Hannesar og Braga? Hver eigum við von á? Ég held að það gæti orðið spennandi. Það er svona veltu dálítið á dagsforminu en ef að Bragi nær sér á strik þá getur hann búið til fullt af vandamálum fyrir Hannes en auðvitað fyrirfram á reikna með að Hannes sé öflugri. Hann er almennt séð betri skákmaður en Bragi en á svona í þessum
akkurat tímapunkti þá er ég ekki alveg viss sko. Ég held að þetta gæti orðið spennandi. Ég mitt. Heldur það skiptir máli fyrir þá að þetta einvígi er bara 6 skákir en ekki 10 skákir eins og var á Íslandsmótinu fyrir haust? Þá sáum við Hannes stundum svona úthaldi brástunum aðeins í loka einvígis. Jú, það kann að vera. Ég þori nú samt ekki, þetta er nú samt ekki það mikil áraun held ég sko. Ég meina, ég veit ekki hvort að það hafi haft eitthvað með úthaldið að gera. Það voru örugglega bara aðrir þættir þegar hann tapaði mjög slyslega á móti Birni Þorfinnssyni. Af því að þetta er nú bara klukkutíma 90 mínútna prógram. Já. Hvort sem þú teflir 10 eða 6. Þannig að ég held að það hafi nú ekki spilað inn í. En þetta snýst svolítið dagsformið og hversu vel þú ert afður í þessu og svona og en ég spái náttúrulega því að félagi minn og góðu vinur til margra áratuga Hannes taki þetta en Bragi er stórhættulegur skákmaður þegar hann er upp á sitt besta. Heldur betur. Og þeir eru byrjaðir Bragi og Hannes, við skulum fá það á skjáin. Hérna sjáum við skákina, hún var komin á stað og ég ætla að spóla hérna hratt yfir fyrstu leikina. Bragi stýrir hvítumörnunum og það var Karo Kann vörn Johannesi. Og þetta er staðan eins og hún er núna og við skulum snúa borðinu við, þannig að sjáum við tíman hjá Braga, rétt rúma 2 mínútur, Hannes 2:09. Kemur á óvart Helgi að Hannes skuli tefla Karo Kann vörn eða er því sérstaklega beint gegn Braga? Hvað segir það? Hann hefur alveg telt það sko, en ég veit það ekki, mér sýnist þetta sé bara hræðileg stað og svart. Já, þú ert ekki hrifinn af þessu? Já, ég veit ekki alveg hvað hann á að gera hérna í þessari stöðu. En klukkan gengur á Braga, er það ekki? Já, Bragi er með hvítt, Hannes var að leika síðast riddari B til D7. Er Bragi með hvítt og hann á leik? Bragi með hvítt og á leik. Hann gat hann ekki, hann gat bara drepið, gat hann ekki drepið á D7 eða dróttur við G3. Ég veit ekki með þennan leik. Þetta lítur rosalega illa út á svart. Já, það er tölvöld pressa hérna. En Biskup H4 er skrítinleikur að einhver leiti. Ég veit ekki alveg viss hann. Já. Vá. Þetta er bara ríkaleg. Hvað á hann að gera hér? Ég myndi kannski halda að gæti hann leikið riddari í E8. Vegna þess að sko, já, riddari H5, jú, það kom líka til greina. Vegna þess að ef hann hefði leikið riddari í F4 þá hefði drepið á D7 og leikið svo Biskup S6. Biskup H4 mjög sérkennilegu leikur hjá Braga. Ég held að hann hljóta hafa haft bara nánast rakin vinning í stöðinni. Hann fer aftur á G3, ekki ætlaði að vera þráleika. Það geti verið. Ef hann leikur drottning G3 aftur núna þá var það þrátefli. Bragi með verri tíma en hann leikur Biskup G3, já, hann heldur pressunni. Okay, en núna er þetta bara allt í lagi, sko. Þetta er ekkit svo slæmt og svart. Já, nú. Ekki lengur. Ég held að þetta hljóta hafa verið unnið á hvítt, ég bara trúi ekki öðru. Það er allan mjög sterkt á tilfinningunni. Já. Það gæti verið að það sé rangt hjá mér, en ok, þá er það bara þannig. En núna held ég að þetta sé allt í lagi og svart, sko, því hann er með sterkan peðamass á miðborðinu. Þannig að leikur riddari E4, býður uppskipti. Þetta er orðið aðeins betra og svart. Fljótt skipast veður í lofti, myndi maður segja. Drepur hérna með kóng. Já, hvítur er ekki minn eitt í þessu, sko. Hann hefði að taka þá í jafnteflinu staðan fyrir að vera að tefla svona, sko. En ok, hann getur leikið drottning F4. Nei, hann drepur líka. Nei, það er ekki gott. Þú ert ekki hrifinn af þessu. Nú sjáum við svartur með 2 tvípeð og áhorfendur. Fyrirfram, já, myndum að. Ja, kannski F3, hann getur brotið þetta upp einhvern tíma með F3, en ok. Sko, áhorfendur heimistofu getur hugsað að tvípeð er slæmt, Helgi, og svartur með 2 tvípeð. Af hverju eru þau ekki slæm? Í þessari stöðu, vegna þess að þetta er peðamassi á miðborðinu og þau gera verkum að þú fær svo mikið landsvæði sem voru komast, svæði, til þess að hjálpa mönnunum að hreyfa sig. Þess vegna eru peðamassin, svona peðamass á miðborðinu, hann
svo gagnlegur sko upp á að fá pláss en ég veit ekki, ég held að Hannes hafi ekki verið að hann hafi átt að koma í veg fyrir þetta spil á Drottningavík, núna staðan orðin, þetta mjög dýnamísk staða, nú þetta aftur búið að breytast fyrst mér. Bragi kom með POD6. Já, ok, Hannes, þetta var snjallleikur núna hóttan Hrókur 6. Já, Bragi bara líka með svo slæman tíma, sko. Heldur betur, Hannes skynsamur, heldur sér yfir mínútu. Já, þetta svo fljótt að breytast maður. Núna Hannes, það var voni á F5 ef hann drepur. Já, og það var voni á E4 líka með Hrók. Já. Ég hann drap ekki á E4. Já. Núna getur hann drepið á E4. Gerir það. Hrókur drepur D6, já. Og það bara skiptist upp, já. Núna þetta það bil jafnt tap, myndi ég segja. Drottning D2, Hrókur E1 var ekki góður. Hannes náttúrulega að tefla upp á tíman, sko. Drottning D3, já, kongstaðan þetta bara í dýnamísku jafnvægi þó hvítur sér P undir í augnablikinu. Já. En Hannes að tefla upp á tíman, hann náttúrulega, það oft þannig sem hann má að drepa á B7, hann gæti drepa á B7, hann fer frekar í þetta, hann getur drepið aftur á B7. Og skákar. Já. Og nú fer Hannes eitthvað út á borðið með kongin. Já. Hann verður að fara með kongin aftur tilbaka. Hvað ætlar hann að gera? Nei, kongur G5, já. Onni á H7. Onni á B3. Er þetta ekki bara búið eða hvað? Ég veit það ekki. Það fer að gusta hann svarta kongin og við sjáum að það er hótu núna H4 skák lítur vel út og drottning H5 er það ekki? Jú, það er bara að vinna Hrók. Við séum kongur E6. Kongur E6 og þá Hrókur var voni. Hrókur voni. Já, nú valdar hann. Nú fyrir hann á E6. Já. Náttúrulega hann er að tefla svolítið hratt, sko. Já. Hann Bragi. Þetta er búið að vera svolítið skrautleg skák, er ég að segja. Já, heldur við það að segja. En Hannes hefur verið að tefla upp á tíman og núna er hann allt í einu farin að hugsa. Kongur F5 tilbaka bara. Furðulegu leikur. Mjög skrautleg tapmiska hjá hann báðum. Núna er Bragi komið með vanlega stöðu, sko. Já. Þetta er ekki, hann er ekki að tefla vel hann Hannes. Mér drottning Jésu möguleiki. Drottning Hás, ég veit ekki hvað hann er að gera. Ég er alveg að hætta botni í þessu. H4. Já, hann kemur. Kemur Bragi veg fyrir mátótunar Hannesar. Já, þetta getur þvingað. Já, hann gerir það. Þetta er runnið á hvít. Ef þú liggur Hrókur á A1, já, hann fer undir. Ég held að það væri alltaf að fara og vinna þetta peð á A6. Jú, þetta er líka sniðut. Íta bara peðinu, en ég getur bara ítt peðinu og svo er H-peðið. Íti peðinu, já, svartu verður að stoppa það og þá er það H-peðið sem að ræður vinnur. Já. Ekki að það búið. Nei, þetta er koldaba. Já, Hannes verður bara að gefast upp. Já, hann gefast upp. Þetta var mjög skrautleg skák. Já, heldur betur. En þetta var líklega góð byrjun fyrir Braga, mikilvægt að komast inn í einvíði strax. Já, Hannes verður að tefla betur. Þetta var ekki vel telt hjá honum. Og líka hann gæti bara tekið jafnteflun, sko, en hann hefur verið svona áfjóður í að tefla upp á tíman, sko. Já. Það var Hannes sem stýrir hvítumönnunum og það er Sikilega vörn sem er komin upp. Og drekaafbrigðið. Já. Bragi hefur nú aldrei verið þekktur fyrir mikla kunnáttu í byrjunum svona með við aðra styrkleika hans. En hann er oft glúrin, sko, að koma með eitthvað en hann teflir oft svona ótraust, sko. Þannig að en þetta er nú alveg skemmtilega telt svo sem. Bara býður upp á skipti. Þetta er svolítið skrítið hjá Hannes að bjóða upp á þetta. Já. Nú er svartur alveg búin að jafna taflið, myndi ég halda.
Já, ég myndi segja að svartur sem betra tafl. Athyglisvert, já. Og hvað gerir svartur við kóngin sinni í svona stöðu, Helgi? Já, bara líka núna drottning A5. Þú labba bara með kóngur F8 og kóngur G7 og heldur hróknum á H8 og svo bara þróað þú taflið og Þið kalla þetta möguleiki. Kalla þetta hróka með höndunum að færa kóngin í örugt skjól með þessum hætti? Já, ég meina það er engin ástæða fyrir svartan að taka afstöð til þess veist. Já, riddari B5. Hannes teflir alltaf mjög hratt, er það ekki? Er hann ekki? Jú, hann hefur nú gert það, haldið mjög góðu tempói svona framan af og hann búinn að nota einungis 17 sekundur. En ég meina, ég myndi bara segja það að þetta sé betra svart staðan á borðinu. Já. Ég sé hvað er að því að leika A6 og þú gæti líka jafnvel haft kóngina á D7 sko, þú veist, núna drottning E5 til dæmis. Drottning C5, bara fínt, ljómandi gott. Mitt. En drottning E5 fannst mér líka alveg komið til alveg. En drottning C5 lítur bara vel út sko. Finnst þið líklegt að Bragi fari svo einhverja frekari framrás á drottningavagnum með BP-ið til dæmis til þess að brjóta sér leiði gegnum hvítu varnarmúruna? Jú, það kemur alveg til greina sko. Það eru H3. Það kemur ekki þá bara H4 eða hvað? H4 lítur vel út, myndi svona skorða hvítu peðin. Svo líka sko möguleikar að drepa á H3 og leika E5 og eitthvað svona sko út af því að rittarinn má ekki færa sig en það er engin ástæða til þess að gera það, B5. Ég hefði haldið að getur svo sem leikið H4 seinna. Þú vilt ekki skuldbinda peðið þar. Maður hefði haldið að, þú veist, þetta ok, núna leikur hann bara biskup D3, hlýtur að þurfa að leika biskup D3 maðurinn. Já. Eitthvað, nei, hann fer á D2. Biskup C4, ég er ekki alveg viss um þetta. En þetta var að minna mig Helgi svolítið á skák sem að Friðrik Ólafsson teldi einu sinni í Drægaðabrinu þar sem að leik H-peðinu nýra H4 og virkaði síðan rókið sinni gegnum H4-reitin, fór yfir á C5. Svolítið áhugaður hugmynd. Jú, ég hugsa að Bragi leiki núna hrókur H5 til þess að hafa betri stjórn og komið vekk fyrir E4, E5 framrásina. Sko, þú veist, ég hefði viljað hafa svartreita biskup, að biskup svart væri ennþá á lífi. Ég hefði viljað það. Já. Út af því að núna er þetta orðið meira statistist. Það var meiri dýnamík í svörstu stöðinu með því að halda biskupnum sko. Ég er ekki viss um að þessu eftir hvað átti hvítreiti biskup hvíts að gera sko. Ekki góð skipti sko. Það er líka sko, líka praktist á móti Hannes að halda fleiri köllum inn á. Oft á tíðum. Já. Kóngur F8 leikur hann. Já, núna er hvítur búinn að ná betra tafli. E5 myndi ég halda það sko. E5. Þetta halda það. Hann gerir það. Já. Núna er svartur, núna er þetta orðið bara mögulega eitthvað erfitt sko. Þetta er stöðulega erfitt. Þú vilt helst ekki leika E6 en ok, hann gerir það drottning F4, það er núna alls konar í gangi sko. En kannski nær að halda þessu saman. Drottning F4 setur smá pressu á svartu stöðuna. Já, ok, alltaf að byrja svona, hef ég hugsað, B3. Vegna þess að ef drottning C7 þá hrókur upp E6. Einmitt. Þannig að hann verður ekki að leina drottning C3. Og þá ertu hann skiptur upp. A4, þetta er mjög dularfullt. Já. Mjög dularfullt. Já, ég sá það að hann hefur haldið að hann geti bara drefið með hrók eða eitthvað. Ég veit ekki hvað hann... Já. Þetta var alveg stórskrítið. Það byrjar líka stórskrítið að
Já, nú þetta bara svartum með betra. Það bara ekki flókið. Búin að vinna peð. Ok, hvítur kannski vinnu peðið á A6 á móti. Jú, kongur B2 verður hún að leika. En það alveg sama, svarta staðan mjög traust og almennt séð ætti hún að vera betri út af því hvað peðin eru vel skorðuð og eða því að það var mjög skrýða því að hann var komið með alla stöðuna Já, hann gat reyndar ekki, hann náttúrulega svartur hótaði máti eftir drottningdrif, hann gat ekki fært drottninguna. Já, við tala hérna hvað sem löngu liðið. Þannig að sjá, spurningum, E5 gengur ekki út af rittar F4, hrókur D2. Það náttúrulega og E5 að koma líka. Og það kemur loks einn hrókurinn í spilið. Það smá pressa á Hannesi núna. Já, þetta bara unnið á svart, Það lítur að vera. Spurningur með rittari dreipur E6 núna, til þess að létta á stöðinni. Já. Á D3. En hann náttúrulega líka tefla upp á tímana Hannes. Já, Bragi kominn undir 20 sekundunar. Rittari D8, rittari A5 leikur hann. Ok. Já, þá bara reynur þetta. Hann að tefla ítlan Hannes. Já, það verður störa. Bragi búinn að vinna peð og þetta nú staða sem að þetta verulega kringustafum hann ætti ekki að geta tapað. Svo fara meðlega sem að hvítu fá ekki spil á 7. rittaröðinni. Þannig að Bragi leikur hrókur B7. Já, þetta bara þetta kólunni hróksandaltafl, myndi ég segja. Og það var aðalega því að kongur hvíts bara lengst í raskati, lengst í burtu. Já. Og peðin svo vel skorðið, mjög heppileg peðastað. Hann að vinna sér tíma svona. Skynsamlega gert hjá Braga, já. Þetta var ekki gott, Þarna hefur þurft að hafa betri stjórn, Óþarfi, já. Óþarfi að leyfa þetta, En þetta ennþá mjög vanlegt. Já, það óþægilegt fyrir Hannes að vera með kónginn skorðaðan hann á A-línunni. Já, það nú vekt til orðatekið. Fjarri átækasvæðinu. Já. Það alveg vekt til orðatekið. En núna gæti hann mögulega að skáka og leikist hrókur F4 og hann fyrir svona í þetta strax, Já. Ok. Hrókur, já, þetta náttúrulega unnið tafl á svartan. Og hvað gerir Bragi þá? Hrókur F4. Já, bara langeðlast, já. Já. Það líka fyrir leikur. Einmitt. Og ítir vantarlega, fyrir á F5. Spurningum að labba með kónginn og G3. Lítur vel út og erfitt að sjá hvað Hannes getur gert í þessu öllu saman. Nei, þetta bara búið. Þetta bara búið, segir Helgi Árs. Bragi enn rauður á klukkunni en hefur haldið Rókur F2 bara og getur stjórn á þessu vinnur þá 1 peð til viðbótar bara Rókur G5 og G3 mögulega líka Já en nú ekki tefla þetta nægilega nákvæmni núna bara Nei. Alls ekki að drepa þarna. Núna held ég að þetta geti endað í jafntefli. G4. Leikur hrókur E6, já. Hrókur E2, leikurinn. Þetta rosalt klúður. Þetta bara jafntefli. Eða hvað? Nei, heyrðu. Þetta unnið. Það syns mér. Þetta lítur að hafa verið orðið jafntefli. Hann sá ekki að hann gat skákað þarna. Það var kongur D1. Hvor leikur hann ekki kongur D1?
Þá kemur kongur D1 og kongur D2 og Rókur A5, það svona síkilda. Býðum við. Nú held ég þetta sé jafntefli. Þetta alveg stórkostlegt. Hann þurfti að þetta svona kent sem að maður var að kenna 10-12 ára krökkum og gætt leiki Rókur A5. Já. Þetta mjög þekkt vinningsleið, sko. En svona lífið. Það líka, sko, mér finnst mjög óþægilegt ofta að tefla, sko, netskák frekar en við borðinu, sko. Þegar maður svona getur mistra á. En þetta var rosalega mikilvæg björgun fyrir Hannes. Já. Af því að vonandi getur hann, af því að taflmennska hjá honum hingað til hefur verið ansi döpur, finnst mér. Já. Bragi hefur verið kraftmikill og hann átti sannarlega að vinna þessa skák. Þá staðan 1,5 Braga í vil og býðum eftir að hef ég þriðju skákina. Já. Og það það að byrjað eða hvernig þetta eiginlega? Nei, ég skil ekki alveg í þessu hvað að tefja félagana. En það það Bragi sem hefur hvítt í þriðju skákinni. Hver tæknivandamál? Já. Það eitthvað að trufla á. Ef við býðum bara rólegir. Já, Hannes hefur kannski ekki alveg náðu að sína sig þrétt andlit í fyrstu 2 skákunum en náðu að berjast þarna fyrir jafntefli í annarri skákinni. Já, þetta var náttúrulega að mínum að gjörinni þegar Róksendatafl. Já. En það var en svona gengur þetta. Já. Við minnum á það að þeir munu tefla 6 einvígiskákir. Svo sem fyrstur að fara yfir 3 vinninga, fer áfram í 4 mannúrslit, undanúrslit. Og mætir þar sigurvegari úr fyrra einvígi kvöldsins, stórmeistaranum Helga Ólafssoni, sem laði Ingvar Þór Jónasson á velli. Já, og svo náttúrulega Vignir Vatnar að fara að tefla við Símon Þórhallsson. Svo Vignir Vatnar og Símon Þórhallsson og Hilmi Freyr og Alexander Dómaldsjúk í næstu viku. Ekki Vignir og Dómaldsjúk að fara á Evrópumeistaramóti einstaklinga? Jú. Í Rúmeníu? Jú, akkurat. Þannig að það byrjar í næstu viku. Já. Þannig að það er rosalega start mót og spennandi að sjá hvernig heldur betur. Já. En þeir þurfu þá að tefla þaðan? Já, þeir þurfa að gera það. Já, það verður mikið álag á þeim. En þeir eru byrjaðir aftur. Já. Bragi stýri hvítumörunum í skáknum með 3. Þetta er komið að stað. Bragi með hvítt og við skulum fá það á skjáinn. Þetta er komið. Já. Hannes stýrir svörtumörunum, við skulum bara hafa þetta svona. Ok. Og við skulum bara fara eldsnögt tilbaka vegna þess að Helgi við fengum mjög óvenjulega byrjunlega rittari C3, E4 og D4. Jú. Já, hann teldi svona að móti mér í Íslandsmótunni 2021, hann Bragi, sko. Að mínu mati er eðlilegra sko að leika biskup C5 til þess að hafa biskupin virkari eftir að þú leikur drottning D3. Þetta er svolítið passíft á svart. Já, hafa biskupin hér. Já, að því að þú getur alltaf leikið H6 og G5 og svoleiðis þegar hann kemur, en að því að svo er náttúrulega líka í svona byrjunum að það er oft bara mjög konkrét upplýsingar hvernig er að tefla, en þetta almennt séð er passíft að tefla svona, sko. Þetta er ekki H4, skemmtilegt. Hugmyndin hjá Braga er þá að opna færi kóngsarnum, opna hálínuna. Og spurning hvort að Hannes, nei, hann dreipir ekki biskupinn, hann leikur B5. Já. Skilur peðið sitt eftir í uppnámi en ætlar að fá einhver færi fyrir.
Það nú freistandi að skoða það að drepa og leika riddari G4 en já, það náttúrulega E5 og þetta náttúrulega eitthvað sem að almennt séð ætti að henta Braga vel, svona stöður. Já, Bragi svolítið hrifinn af svona dýnamík og í blandu taktík. Algjörlega. Og hentar honum bara býsna vel að vera með frumkvæði en hefur ekki hentað honum sérstaklega vel að verjast í tæknilegum svona stöðum. Þetta lítur ágætlega út fyrir Braga núna, hann með gott rými á Kóngsvagnum og ýmsa möguleika. Hann gefur sér tíma, hann eins og ofta áður með betri tíma með 2:21. Já. Þetta svona álitamál hvað Hvítur að gera hér. Gæti verið bara skynsamlegt að leika biskup 1-2 eða þróa stöðuna. Eða Gunnar 3 eða eitthvað, ég veit það ekki, þetta eru margir möguleikar í þessu. Já, ok. Þetta er D5. Leikur þetta D5 og býður upp á uppskipti. Sko almennt séð myndum maður halda að þú ættir að drepa út D5 og eftir ég drepa D5 að leika til dæmis eins og riddari A5 eitthvað slíkt. Já. Þetta er komið. Eða, þú veist, það er líka valkostur að fara með riddarinn á B8 og Hannes fyrir á B4. Já, þetta er svolítið skrítið, þess að riddarinn verður svolítið hvað ætlar að gera eftir drottning B3? Ég fatt ekki þennan leik alveg. Já, því að það er ekki beint tempo með biskup F5, það kemur riddari D4 á móti með tempói. Já, það er vonið þá á B5 og ég menn riddarinn bara er mjög slæmur þarna og þegar þú er líka bara A3 og svona, ég áttar mig ekki alveg á hvað en kannski ætlar hann að drepa núna á G5 eða, já, kannski, hann getur drepið núna á G5. Það lítur að hafa verið hugmyndin. Nei. Já, hann leikur A5. Það er skrítið. Það er skrítið. Það því að núna bara biskup dreipið B5 og ég veit ekki, ég myndi halda það A3 síðan og já. Ég veit ekki, við getum bara telt stöðuna. Út með mennina með tempói þar á ekki, það er svona ágætt stöðulplættarregla. Já, þú gæti dreipið fyrst og E7 og svo leikið að, nú getur bara telt pósan. Já, minnst Bragi var að gefa sig kannski fullmikið tíma í þessu ákvörðun, hann er komin niður í 40 eitthvað sekundur. Já. En mér finnst það að koma að hann dreipur strax, ok. Sko D7. Já. Og nú skiptir Bragi upp, hann er orðin peð yfir. Ég held að það hefði verið betra að stugga fyrst í riddaranum af því að það var kannski líka spennandi bara að drepa sig að riddarinn á A6 og hafa riddar mútið biskup. En það er líka vonið á A5 núna ef hann vill. Nei, hann vill það ekki. Riddar í C5 kemur lítur að vera. Hrókur í 8, ég bara hann er líka hrókur í 8. Já, Helgi á valla orði við þessari takmönsku og Bragi leikur G4. Nei, ég meina, já, ok, hann leifir þetta, ok. Já, við sáum að riddari F5, F6. Hannes náttúrulega er að tefla, mér finnst það bara ekki tefla nógu vel. Mér finnst það að vera að tefla illa. Já. H5, það er kannski eitthvað. Reynir að grafa undan þessu riddara. Já, já. Ég held að Bragi hefði frekar átt að bara tefla pósan, sko. Ok, en núna, byrju, ef þú drepur á G4, hvað gerist þá? Sé það ekki alveg. Hann fer tilbaka. Já, getur líka F5 núna. F5 og valda peðið. Hann er leikur G3 með hugmyndinu þá riddari E4 ef að Bragi drepur. Já. Já, nú er þetta alveg búið að snúast við. Já. Heyrðist þeirra. Hannes fekk hann kannski óþarfa viðspyrnu. Drottning D4. Og þá hugsar Hannes, hann er enn með betri tíma Bragi komin niður í 5 sekundur. Ég vildi leika F5 út því að þá var P og G4 svo traust, sko. Já, já. En hvað er að segja hér eiginlega?
Já, þetta verður snúist töluvert. Bragi var með alveg lúxustöðu áðan og skyndilega Hannes komin inn í þetta, en Já, ég hefði nú haldið að hann hefði átt að mér finnst þetta vera að snúast síðan núna aftur, sko. Þetta alveg Rittari D3 skák. Já, þá var þetta farið. Já, getið dreipið á D4 allavega á... Já, þessi var sterkur líka. Og gefið. Já, hann hefði þá dreipið með drottning á D4 og verið manni. Já. Staðan orðin 1,5 og við ætlum að fara í örstutt skilaboð, kæra orður, komum aftur með áframhaldið af þessu einvíi og eftir, ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Komið sælir aftur, kæra áhorfendur, þið að fylgjast með beinni útsendingu frá Síminn Invitational, netskákmótinu. Það er einvígi stórmeistarana Hannesar Hlífars og Braga Þorfinnssonar sem er í gangi í staðan 1,5 í hálfleik og Helgi, þú sagðir áðan að Hannes var ekki að tefla neitt sérstaklega vel. Hefur Braga ekki nýtt sér almennilega þau tækifæri sem hann fekk? Já, ég held að hann hafi verið með hartnær unnin tafl hérna þessari síðustu skák sem hann tapaði og hérna hann hefði þurft að bara fara að svissa í staðinn fyrir að halda áfram að reyna að sækja, bara nota liðsvinningin sem var með og tefla meira svona stöðulega. En Hannes, mér finnst tapinskan hjá honum ekki góð, sko. Og vegna þess að svo var Bragi aftur komin alveg inn í skákina, fannst mér. Já. En sko, það sem Hannes er að gera er að hann er að tefla mjög hratt. Og það gerir að stundum líka verkum að hann er að leika lélegri leikjum fyrir vikið. Og ég meina, þannig mér finnst Bragi, hann líktur að vera svolítið svektur að staðan sé bara jöfn. Mér finnst að hann á að minnskost átt að vera 2-1 yfir ef ekki 2,5. Eða jafnvel 3-0, sko, satt best að segja. Já, sammála því. Með færin sem hann fekk. Einmitt. Nú, þeir fara að hefja leik í 4. skákinni, þá hefur Hannes Hlífar hvítt. Hvað getur við sagt svona byrjunartapmennskuna, það sem af er í þessum skákum? Ég veit, það er nú svo sem óskup lítið það að segja. Ég meina, þetta skiptir oft að bara fá einhverja stöður og svona, sko, en Hannes hefur náttúrulega ekki verið að tefla byrjunarna vel heldur. Nei, einmitt. Þannig að hann hefur lent á í erfiðleikum. Á móti kemur er að Bragi eyðir töluverðum tíma og það er það sem Hannes er að tefla upp á. Það er næsta skák. Það er næsta skák, já. Og þá er það Hannes, eins og ég segi, sem hefur hvítt og Bragi svart. Og það er Nimsó undir skvörn. Og Rúbenstein afbrigðið, ef ég maður rétt. Og Hannes leikur þarna A3 snemma. Það er svona smá tísku afbrigði. Þetta hefur sést áður. Þetta hefur sést áður og mann eftir Jóhann Hjartarson talaði vel þetta fyrir hvítan. Það er svona þekkt í þessum stöðutípum Helgi að hvítur svona hefi einhverjar aðgerðir á miðborði og kóngsvæng. Jú. Sjáum að Hannes leikur þarna F3. Mann eftir í gamla daga þá kölluðu strákarnir það Braga Halldórssonar planið að leika í svona stöðum hrókur A2 og fara með hann alveg yfir. Nýta hann í sókninni. Já, hann hefur nú verið fastheldinn á sína byrjana, hann Bragi Halldórsson. Ótrúlega hvað hann tefli mikið ennþá þann dag í dag. Já. H5, Helgi, getur útskýrt þetta fyrir áhorfendum? Hann náttúrulega fekja riddarinn á verri stað út af því að hann er sterkur og G3 upp á aðstofa við E3 og E4 planið og búið til svæði, pláss. Náttúrulega freistandi að leika þá H4 núna eða spurning hvort að P yrði mögulega veikt. Þetta er riddar F5. Já. Það er eitthvað aðeins að reikna það út hvort þú þurfur að leika G6 fyrst eða eitthvað svoleiðis. Náttúrulega þá veikir svörturreitina töluvert. Já. Þú leggur náttúrulega svolítið mikið á stöðuna með því að leika H5. Það þorir ekki að fara í það og ég held að það sé ekkert að riddar E6. Sáum smá svipriði hjá Braga þarna, hann var kannski ónægð með sjálfum sig, hann fór að hugsa og er komið verið tíma eins og í öllum skákunum hingað til. Já. Í mitt. Og þá hugsa Hannes. Já, þetta er vand með farið, hvernig er ég að tefla. Ég held að maður seti kannski biskupin á B2 til þess að leika síðan loksins E4. Já, það er svona tromp-hvít sem ég held að þetta sé ágætis leiku vegna þess að núna hefur líka valkost fyrir að fara með riddarinn á F1 ef það svo ber undir, sko. Já, hann leikur drottning D2. Já. Þetta er djúpt. Þetta er mjög djúpt, já. H4. Já, H4.
Þú veist, ef það kemur Ritter FM núna, það kemur náttúrulega Ritter H5. Ég ekki viss að Ritter FM sé góður leikur. Hefur hann tíma í E4 núna? Já, það spurningu að það sé drepið, sko, og svo G6, hvort að D4 hefði falli. Hannes leikur E4 og Bragi hugsar. Já, þú drepur núna fyrst, svo eftirdrapur, svo ertu líka með, með tempo og með riddarinn og F4. Einmitt. En ég myndi segja að drepa og leika G6. Einhvern veginn, svo ertu líka með þennan möguleika að fara með riddarinn núna strax til þess að nota tempoið og hrókin. Þannig að það er svona ákvörðun sem að hann fer þarna með þennan. Hann drepur ekki, fer strax á A4. Já, spurningum að leika G6 núna, vegna þess að núna getur þú drepið á D5 með riddara. Já. Og ok, já, ég hugsa að þetta sé góður lagi. Leika G6 núna. En þú kannski hótar einhvað þegar ef þú lætur þetta bara vera kjurt þá getur þú drepið á F5 og hótar. Já, grefur undan riddurunum. Hvað gerir Bragi? Hann nota mikinn tíma að leikur H3. Ég er ekki hrifinn af þessu. Og riddari Gunnar 2, athyglisvert. Já. Hóta vissulega hvíta hróknum en að öðru leyti grípur ekki riddarinn svolítið í tómt þarna á G2. Já, stöðulega er þetta alveg mjög vitlaust, sko, vegna þess að riddarinn á F4 stóð mjög vel og P og H4 var fínt. Bara leika G6 eða eitthvað svona meira normal. En þetta er nú alveg samt í anda Braga, svona ævintýramennska. Og þetta virkar oft á móti kannski slakari skákmönnum en ef þú ert að tefla við svona aðeins sjóaðir í skákmönnum þá verður þeir oft refsað fyrir það, sko. Já, hann er búinn að skáka H6 og fyrir bak á G4. Já, þetta er slæmt það og svart núna. Svona fann að gæla við að komast inn með drottninguna, Bragi stoppa það. Já, ég veit ekki, biskup B2 bara núna. Við getum bara að þróa tafli í róleitum þess vegna, sko. Já, virkar skynsamlegur, valda D4-peðið og hefur kónginn í skotlínunni. Já, ég veit ekki. Ég held að bara biskup B2 er líka einhverju aðri valkostir í þessu en 4, já. Hann ætlar þá að fara, hann verður að leika F5 held ég svartur núna. Svartur verður að leika F5. Gerir það. Ekki hrifinn af F4. Nei. Af því að þú setur P-in á svarta reyti, sko, og það gerir biskupinn aðeins lakari, sko. Já. En á móti kemur og þú fær þannig að stolpa riddur á E5. Og en það veit ekki, þetta er nú. Ok. Spurning hvernig þú getur líka fara að hugsa að leika vanda sig, sko, samt, sko. En já, núna held ég að þú verður að leika hrókudröpu C1 og svo fórna skiptamun og svo onni á F4, sko. Já. Taka sénsinn. Drepa á C1, hann gerir það reyndar ekki. Bakka með riddarann. Þá er onni á H3. Ekki riddarinn þá bara falla? Jú, mér syns það. Þetta er búið. Óláns riddari á G2, hann féll eftir allt saman. Já. Bóta laust. F5 og já. Já, breggjast upp. Já, þetta hefnast ekki alveg nóg vel hann. Hann var komið með fína stöðu. Ég held að það sé engin spurning. Já. En þetta er samt svona dæmi gert. Maður er alltaf, þegar maður er að tefla á því Braga, er maður alltaf að vona eftir eitthvað svona, sko. Og miklu sprikli. Já, en það er eins og gengur. Býttu nú við. Já, það er Skandinavinn. Hann er að fara í íslenska bragðið bara. Þegar hann var krakki hann Hannes. Já, við skulum laga hérna hjá okkur tíman. Og það er Bragi sem hefur hvítt. Þannig að við ætlum að hafa þetta svona. Bragi hefur hvítt, hann er svart. Já, það er skandinavísk vörn og íslenski gambíturinn sem að Hannes Hlífar og Þröstur Þórsson þróuðu. Já. Það fekk nafnið, sko. Einmitt, og það er svona eftir C4 E6 sem að Hannes
Og fleiri góðir íslenskir skákmenn teldu marga skemmtilega skákir. Jú, mjög svo. Þekkirðu svona söguna á bak við þetta afbrigði? Hver áttu upphaflegu hugmyndina? Nei, ég man ekki alveg. En þeir voru að þróa þetta allavega sko, í praktísku skák, Hannes og Þröstur Þórðarson. Ég man ekki alveg hver þekki ekki söguna, það kom gæfilega. Nei, einmitt. Þekkir þú hana? Ég hef svona heyrt einhverjar sögur en aldrei eitthvað svona sem að þetta ábyrgjast að segja satt sko, en ég veit allavega að Hannes teldi til dæmis þetta afbrigði þegar hann vann Michael Adams á HM ungmenna, ekki rétt minni hjá mér. Jú, í Innsbruck 1987, Já. 16 ára yngri. Já, Hannes hafi talt þetta svolítið veiklulega sko. Já, hann með hennan trausta strúktúr en aftur á móti með biskupinn grafinn lifandi bak við peðin. Já, en þú sér hann með 2,40 sko. Já. Hann alltaf að passa upp á tíman. Einmitt. En biskupinn mjög passífur og 7-8. Hann mjög passífur, já. Staðan 2,5, 1,5 Hannes í vil og vinnur hann þessa skák þá fer hann áfram, vinnur í miðið. En að Bragi þarf að gefa allt í þetta. Svona álita mál, hér eru nokkur plön, já, Rittari F5. Nokkur standardleikur. Ég var ekki alveg í samfæri út af þessum leik, sko. Hvort þú ættir að leika Rittari F5 eða hvort þú ættir að prófa þetta aðeins öðru sig, hafa biskupinn fyrst á F4 og eitthvað svona. Já, það er voni ég náttúrulega á D7, ef það leikur F6. B5. Já. Ég held að það sé glúrinleikur. Einmitt. Góður leikur. Ég held að það sé góður leikur. Og já. C5, já. Mér sýnst nú að Hannes sé búinn að leysa vandamálin svona, meira og minna. C5 hjá Hannesi. Já. Þeir eru að tefla þessa skák, ekki satt? Jú. Þeir eru að því. Ég er að fá einhver skilaboð hérna í eyrað að þegar við víxlaði einhverjum litum á þann, gæti verið þurfum að lagfæra það eftir. En sjáum til. Já, sem þýðir þá hvað, er þá Bragi yfir eða hvað? Nei, staðan rétt. Hannes hefur 2,5 vinning og Bragi 1,5. En tæknideildin að skoða litaröðuna, hvort þeir hafa haldið henni rétti. Þannig að við fáum einhverja niðurstöðu þá eftir. Já. En Bragi sem sagt með hvítt í þessari skák og með verið tíma eins og svo oft áður í þessu. Já, Hannes búinn að snúa á hann sko. Þetta er mjög vanlegt á. Mér sýnist að hann sé bara komið með hartnar unnið eða svona mjög vanlega stöð á Hannes. Það er óþægileg pressa sjáum við á hvíta peð á D4. Veit það ekki, verður ekki prófa bara. Nei, þetta er bara slæm staða. Heldur þú getið drepið þetta? Já, sjáum að Bragi hefur skilið hrókin sem eftir í uppnámi á A1 en með svona ákveðin hætta sem skapast kannski í kringu svarta kóngin og eftir ef að svarti biskupinn hefur gefið borðið. Þetta er ekki góður leikur. Drottning E3. Þetta er ekki góður leikur, Rittari E5 er ekki góður leikur. Þetta hafði bara að drepa það, sko. Já. En ok, ég meina drottning E3. Það er Rittarinn leppur. Það er mjög slæmi leikur Rittari E5. Þú veist bara Rittari D4, ef hann vildi ekki hirða skipta mér neitt, þá var Rittari D4 bara strax miklu betri, sko. Sjá Hannes gretta sig aðeins yfir þessu. Já, ég trúi því. En tafniskan er bara eins og hún er. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Það er ljóst að Helgi Ólafsson er að tefla mun betur á mínu mati. Já, ég samanburði við þá. Já, með fullri virðingu fyrir þeirra tefnisku.
Ok, þetta góður leikur hins vegar. Þetta góður leikur. Ok, valda drottninguna og hótar að taka biskupinn. En þú veist, biskup A6 ok. Jú. Ekki bara, já. Núna getur hann farið með tempo með drottning D7 og vikið sér undan, sko. Já, gerir það. Og Róbert D1, sko. Og fyrir á F5, já. C4, já. Bragi heldur biskup af parinu og smá pressu á svörtu stöðuna. Algjörlega. En hann með verið tíma og hann orðin rauður, komin undir 20 sekundur. Já, Hannes með mínútu. Já. Þetta gæti orðið óþægilegt ef að Bragi nær ekki að skapa sér einhver færi núna. Spurning biskup B5 hérna núna. Nei. Það losna við hennar leiðanda biskup. Bragi bakkar. Spurningum aftur biskup B5. Eða rittari C2, ég held að rittari C2 hefur verið betri. Nú gæti Hannes ef til vill. Já, ég hugsa hann að reyna að vinna, rittari C2. Já. Eða þá kannski hrókur D5. Gera það. Hann reynir að vinna. Hann alveg með 40 sekundur. Já, biskup D5. Tekur þá með F-peði. Dreipi Hannes á E3. Bragi eftir 7,6 sekundur. Hann mjög tæpur. Mjög tæpur á tíma. Já, ok, hann bauð honum upp á jafntefli, hann tók því ekki. Þetta núna, á. Það verða uppskipti og þá erum við þetta endartafla sem að það er jafnt í liðum. Bragi hefur biskupaparið, hversu mikið telur biskupaparið í svona stöðu? Já, í þessum tölu orðum. Hann átti að drepa fyrst, held ég, hann átti að drepa fyrst á Aha. Það er bara fyrst á einum og svo tefla upp á CP, hefði ég haldið. En ok. Lókur að 1. Drepið á 5. Þá er Hannes skyndilega peði yfir. Já, og lókur að 4 eða 6. Hann leifir hún að fara með AP-ið. Það var þetta nú orðið ansið snúið. Gæti orðið mjög erfitt að stoppa þetta peð. Já. Já. Og hvað er að segja þið hér? Nú var Hannes orðin tæpar á tíma, komið undir 10 sekundar. Mun Hannes ráða við tímapressuna og sigla þessu heim. Vinna hann þessa skák, það var einvíðinu lokið. Þetta er mjög spennandi. G4, að reyna að spekla. Núna hreyfir hann hrókinu og C1 vantarlega. Já. Og Hannes vill ekki þráskák. Nei, skiljanlega. G5, já. Já, bara svo C3. Já. Hann gæti drepið og skáka svo á B7. Já. Hann getur það ennþá. Hann gaf hann að færa á því aftur. Og þá er Hannes komið tölvöld verið tíma. Hann er með 5 sekundur eftir og Bragi búinn að bæta við sinn tíma. Og skyndilega Bragi kom með færi með 2 samstu frípæð á Kongsvagnum. Og ætlaði að þráleika þá.
ætla bara að reyna. Já, ég hugsa það. Og getur, já, einmitt. Ég held að hvítur standi til vinnings, mögulega. Mjög spennandi staða. Það er þetta átt að sagði hvað gerist þegar hvítu peðin komast að stað. Og fá báða drottningar. Og fellur peðið á F4. Já, fellur peðið, hann getur skákað peðið af á H5. Getur skákað hér. H5. Ok. En núna er þetta bara drottning E2 til dæmis. Virðist vera sem að þetta sé að enda með jafntefli en þeir eru báðir gríðlega tæpara tíma, getur allt gerst ef við horfum á klukkuna. Algjörlega getur allt gerst í þessu. Það er mjög spennandi. Já, bara ég til auðvitað líklegri núna. Hann er búinn að hefja ákveð umsátur hann hápeðið. Já, já. Og vinnur það núna. Já, nú ætti að, já, þetta er... Er einhver þjón? Nú skákað hann og vinnur. Nei, hann gerði það ekki, hann gat unnið. Gat skákað? Já, hann gat unnið skákina. Já, hann er þetta átt að sá þessu þegar að tímapressan er svona mikil, en... Hann er með betri tíma. Er eitthvað Helgi sem getur álut okkur varandi að verjast í svona stöðu? Hver er best að hafa kónginn, hann verður að verjast á móti? Drottning á móti, drottning á peði? Við fórum nú ekki alveg að fara með það í nákvæmlega þegar svona hápeð, sko. En það er oft verið að tala að vera sem fjærst, sko. Já, vera langt í burtu einhvers staðar. Já, en hérna... Drottningantöfli er einhver sem ég hef kannski stúderað minnst svona í gegnum tíðina af endatöflum. Já. En hann átti bara hann að rakin vinning í einum. Já. Hann gæti þvingað uppskiptin á drottningunum. Núna, þetta er til dæmis orðið skárra þegar þú ert með komið með kónginn hann lengra í burtu, sko. Af því að aðal hættan er þegar kóngurinn er í allum þessum skotlínum og þú getur skákað borið fyrir þegar anstæðingur skákar sem hafa bara drottningu og skiptu upp. Einmitt. En praktískt er þetta rosalega erfitt að verjast þessu með þessi tímamörk. Já. Það er mjög flókið. Þetta krefst mikilvæg nákvæmni og einn ónákvæmur leikur til eða frá setur allt í vaskinn. Nei, þetta er nú ekki góð leikur, drottningi í 5 held ég. Já, Bragi er búinn að mjaka peðinu sínu H6. Já, og hvað? Hannes fjall á tíma. Já. Þar með er... Þetta var ótrúleg skák. Já, 114 leikir. Hún skiptist mjög oft eigendur, sko. Vá. Þá er staðan orðin 2,5 hólur. Hann var bara að leka af sér BP-inu, sko. Þetta var bara tæknilega unnið, sko. Já. Já, næsta skák, heyrðu, það er Kóngsvindurinn. Nei, já, þetta er hérna útgáfa. Þetta er útgáfa Braga af Kóngsvindur. Ég hef síðan teflaði svona. Já, Bragi semst með svart, Hannes hvítt. Og sá sem vinnur þessa skák vinnur einvíð, verði jafnt og einvíð enda 3-3, þá förum við í bráðabannaskák. Sko, hann teflir venjulega ekki Benoni, sko, hann leikur síðan í F5 eða eitthvað, ég man ekki hvernig hann gerir þetta. Aha. Ég vil tefla það þannig, sko. Nema hann vilji fara núna í Benoni, fara í þetta aðbrigði, hann gerir það ekki. Bíða með að taka ákvörðun með borðið. Hann teflir þetta oft svona, sko. Já. Svo hefst mikill skotgrafa hernar, en almennt séð þetta talið strategískt gott og hvítt. En það er alveg praktist, það getur verið alveg praktist að tefla svona ef þú þekkir við stöðutípunar og hugmyndirnar. Hvaða áhrif hefur það á stöðuna að Svartur sé búin að bremsa aðeins hvítu peðin á drottningavegnum með C5? Hefur Svartur meiri tíma í sínar aðgerðir með F5 eða? Jú, já, en það er náttúrulega ofta hættan á drottningavegnum að hvítina á að hlaða inn mönnum, sko, með einhverjum hætti. Eða peðaframrásum. Þú veist, eins og riddarinn á F3 að hann allt í hennu verið orðið stórveldi á A5 eða eitthvað svoleiðis eða ef þú drefur með DP eða það sé A4, A5 og þú veist, þannig að
Og svo ef að svartur fer í aðgerðir á Kongsvæng að þá hann líka opna á stöðulega veikleika. Þannig að þú veist, en þetta er bara staða sko sem að ætti alveg að henda Braga ágætlega í svona úrslita skák. Já. Þannig að við sjáum hvað setur. Og riddarinn náttúrulega C7 sem eins og sækir standa frekar lélugur. Já, hann á ekki bjarta framtíð í augnablikinu þessi riddari eins og Helgi bendir á. En hann gæti náttúrulega að fara á E8, F6 og svo framvegis og stundum eru líka dýnamíski möguleikar sko ef hvítur skiptir upp. Ja, núna skiptir hann upp, sjáðu. Nú gæti hann til og með drepi með DP og leikið hérna riddari D6 en hann gerði það nú ekki. Já, hann hefði getað íhugað að planta riddarinn á D6. En ég held að það sé alveg traust að drepa þetta svona með BP út af því að núna er riddarinn á H2 svo langt í burtu. Já. Óvirkur. En hérna... hann er stripur á F5. Já, spurningum að leika... Já. Þetta er ekki riddar F6, já, ég var að pæla í þeim leik. En þá er Hannes með örlítið betri tíma. Já, hann gerði þetta svona. Fyrir með riddarinn á F2 og E4 eða, já. Biskupinn á F5 valda núna valda B1 riddinn. Er eitthvað inn í myndinni fyrir Braga að leika E4 og opna fyrir biskupnum sínum? Jú, ég myndi segja að það kemur til álita en ég einhvern veginn ekki miklu trú á þeim leik þessari stöðu sem var. Hann leikur drottning D7 og hrókur B8, já. Já. Ég held að það sé bara allt í lagi með svörtu stöðuna, sko. Ég held það. Það er líka mjög mikilvægt, sko, að þegar skiptist svona upp á liði að öll vandamál sem tengjast skorti á svæði fyrir svartan eru leyst. Já. Já. Þú verður að drepa með, ég held að þú verður að drepa með EPD til þess að virkja biskupinn. Þú verður að drepa með EPD. Já. Gerir það. Já. Leikur Hannes biskup D3, hann vil losna. Leika núna biskup D4. Já, einmitt. Þú verður að losna við hann vegna þess að ok, peðin hjá hvítum eru veikari en peðin hjá svars. Að móti kemur að hvítu gæti notað E6-reitin fyrir hrókin sinn. Þannig að það er svona spurning, sko, þetta er svona praktísi gæti þetta verið aðeins þægilegra á hvít. Myndi segja það. Einmitt. Ef þú dræpir til og með svo F2, hrókudröpur F2, biskup D3, drottningdröpur D3, sko, það er svona, það er ekki alveg nógu gott, sko. Þannig að hann núna þarf hann að finna einhverja skemmtilega lausnir, hann Bragi, annars er hann með, H5, já, ég er ekki að leika hrókur E6, já. Spurningum dýnamíkinu hennar, sko, þetta er ekki alveg að virka hjá svörtum. Já. Spurning biskup E5, riddar E4, G4. Já. Þannig að hrókur B1 ef til öll líka, kannski. Jú, það er hörkuleikum maður. Drottning D3, biskup dröpur F2. Já. Drottning dröpur F5 og biskup G3 er mát. Þannig að hérna millileiksmát. Þetta er mjög, sko, núna getur hann drepið og leikið svo jafnvel G4. Nei, ég er ekki hrifinn af þessu. Veistu kannski aðeins frumkvæða þannig? Ég fannst að hann ætti að reyna að halda drottningunum inn á. En ok. Móti kemur er að hann er með B-línuna. Já, og riddarinn svolítið bundinn. Já. Og það skákum hérna. Kongur F8. Kemst fyrir peðið. Hann drepur. Já, það er ekki góður leikur. Ok. Samt.
alveg laust sem að Já, ég hef bara að því að hann var svo í mikil sjálfhöldu hvítu sko einmitt. Og sjáum af gastbyðið. að hvíti kóngurinn er algjörlega múraður inni og hérna, að má eiginlega segja að Bragi sé að tefla núna manni yfir, hann er með kóngur hrók virka en hvíti kóngurinn tekur ekki þátt. Jú, þetta ætti að vera unnið og svart. En Svörtu peðin hættuleg. En Hannes líka með frípeð á hálínunni. Já, þetta er spennandi sko. Nú kemur kóngur H3, kóngur G4. Já, og aftur er Bragi gríðarlega tæpur á tíma. Þannig að 3,8 sekundur eftir. Já. Ætlar hann með hrókin á A6 og stoppa HP þannig. Já, þetta er svakalegt kapplaup. Hvor verður á undan. Minnum að það svo sem að vinnur þessa skák vinnur við. Það er allt undir. Þetta er rosa spennandi. Já, heldur betur. Hann er sem er meir en mínútu eftir sko. Já. Og hann getur fórnað hróknum, held ég. Hann getur fórnað hróknum. Nei, betur hvað? Hann glemdi sér. Nú er þetta búið. Hæ? Hann ætlaði að fórna hróknum. Hann var of fljótur á sér. Það er búið. Þetta er búið. Þarna snýrist þetta hratt maður. Já. Og tíminn væntanlega hafði kóngur G4 bara. Hafði áhrif. Báðu konum með drottningar en hann er svo leik og mátar. Vá. Hann hefði verið sérst með unnið að drepi peði bara og leikið svo C2 og svo D3 og þá hann fengið drottningu á móti hrók. Já. Það var unnið. Og ég hef augljóst að hann ætlaði að gera það. Já, með viðbröðin. Það er rosalegt. Vá, já. Ótrúlegt, en Hannes er segur. Það er sama, jafnvel á slæmundegi er hann alveg stórhættulegur. Heldur betur, vá. Þetta var rosalegt. Já, það er þess vegna sem að netskákin er svona skemmtileg og þetta augnablikum eins og þessum kæru áhorfendur. Einvíginu lokið, Hannes Lívar Stefánsson fer áfram í undanúrslit þar sem að mætir stórmeistaranum Helga Ólafssoni sem lagði Ingvar Þór Jóhannsson af velli. Við ætlum að segja þetta gott í kvöld, kæru áhorfendur, og ég þakka stórmeistaranum Helga Ás Grétarssyni fyrir að vera með mér. Takk Helgi. Já, takk fyrir að leiða mér að koma. Gaman að vera með þér. Takk fyrir. Og við sjáumst aftur næsta sunnudag þar sem við fylgjumst með seinni 2 reymjónum í 8-manna úrslitum. Það er Vignir Vatnar Stefánsson, Símon Þórhallsson og Alexander Domalchuk gegn Hilmi Frey. Ekki missa því. Sjáumst í næstu viku. Verið sæl.